Eða kom stór sigur eða þannig á móti bara ágætis Þórsliði í kvöld. Hvað að skapa þetta fyrir ykkur finnst þér? Mjög góð vörn í seinni hálfleik þar sem við náðum að góðum stoppum og vorum náðum að loka svolítið vel á það og keyra upp hraðan. Það klárlega okkar styrkur á móti þeim finnst mér. Við erum hraðari og erum mun svona librari og hendur okkur miklu betur að spila hraðanbolta og það gekk í seinni hálfleik. Kannski segja í þessu leik að Þór hafi einhvern veginn átt fyrsta höggi og voru einhverjum svona skrifa undan á köflum hérna í fyrri hálfleiknum. Hvað þurftu þið að gera til þess að snúi sig ykkur í við? Já, ég er alveg sammála því. Mér fannst bæðilið bara byrjun á leik mjög illa og gera alls konar klaufaleg mistök og það byrjaði bara mjög slakt körfuboltalega séð á báðum liðum og svo náðu þeir að vera fyrri til að kveikja á sér og við þurftum smá wake-up call en sem betur fer þá náðum við því og við náðum góður raunni fyrir hálfleik og komum okkur í aðeins ágæta stöðu og svo náttúrulega bara að keyra betur á það í seinni hálfleik. KJ Doucet, bandarísku leikmaðurinn, hann er að koma inn í þetta núna í þessum fyrsta leiki hann var komið leikamildi móti Ármanni. Hann er að koma heldur betur vel inn í þetta hjá þér núna hérna í kvöld. Já, hann var flottur í kvöld, hann var áræðinn, hann var aggressífur og bæði að taka snöggar ákvarðanir þegar hann fékk boltann, hvort sem hann var að skjóta næsta sending eða draga körfuna sem ég var ánægður með. Þannig að við erum bara að vinna í því eins og ég sagði að reyna að koma honum inn í svona okkar leik og aðalast boltanum á Íslandi og mér varst hann bara að gera það nokkuð vel í kvöld. 3-0 þessi fyrstu 3 umferðirnar, þetta er draumabyrjun í Vesturbænum. Já, það er alltaf gott að vinna og þetta eru sigrar sem geta skipt máli. Auðvitað vitum við alveg að við erum verið að spila við löskulið það sem hefur vantað menn og meira segja í kvöld vantaði leikmann hjá Þór, en við erum alveg meðvitaðir um það, en mér finnst samt svona ágætis stígandi í þessu. Við erum að vinna í nokkrum hlutum sem ég sé framfæri í þegar við erum að keppa og spila, þannig að það er jákvætt að sjá það og ná í sigra í leiðinni. Kærar þakkir Jakob og gangi ykkur vel með framhaldið. Takk.